Já, þetta voru aðeins fleiri brot úr ársskýrslunni sem hægt að sjá í heilu lagi á vefnum hjá okkur. En þá ætlum við aðeins að á og spá í spilin. Hjá mér eru umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Mér er sagt að ykkur hafi verið sagt að þetta er eitthvað kaffispjall og mér var sagt að þetta vera grill. Þannig að við finnum kannski eitthvað svona meðalveg í því. En ég ætla samt ekki að byrja neitt létt. Af því að við erum svo mikið að horfa út í heim, við erum að velta fyrir okkur samkeppnishæfninni og ég veit að Kristín Linda í sínu erindi hérna á eftir, hún mun nefna það til dæmis að við eigum ekki að taka umhugsunarlaust upp íþykjandi og mögulega einhver leyti úrelta löggjöf frá Evrópu, sérstaklega ekki í orkumálum þar sem að hafa verið gerð mistök í Evrópu sem hefur verið að reyna að leiðrétta núna. Og þannig að spurningin til ykkar er svolítið þessi, hvað hefur gengið vel hjá okkur síðustu 5-10 árin á þessum miklu umbrotatímum á bara orkumarkaði og í orkumálum og hverju viljum við breyta? Í hvað viljum við halda? Hverju viljum við breyta á næsta árum? Og hvor ykkar sem má byrja? Þú ert eldri, þú mátt byrja. Ég skal gefa ráðherranum aðeins tíma til að hugsa. Það er tíminn. Ég held að þetta sé mjög góð spurning af því að ég held að margt hafi gengið mjög vel. Ég held að aðrar þjóðir öfundu okkur mikið af okkar raforkukerfi, þessu 100% endilega raforkukerfi sem að flestar þjóðir halda sig ekki hægt að keyra. Við höfum gert þetta, byggt þetta upp á ríkisstyrkja, við höfum verið með hagstætt stöðugt raforkuverð til heimila og bara eitt af fáum ríkjum bara í Vestur-Evrópu sem að hafa getað veitt stórnotum samkeppnishæft umhverfi. Þannig ég held að sé mjög mikilvægt að við horfum á það bara að okkur hefur gengið mjög vel, en það er sannarlega hægt að gera betur líka á öllum sviðum. Já, við höfum auðvitað byggt upp gríðarlega sterkt raforkukerfi hérna á Íslandi og sjáum það að við erum með einhvern mesta raforkukaupmátt í heimi og við höfum náð að viðhalda því ástandi þrátt fyrir alls konar áföll á síðustu árum og þótt kannski stjórnvöld hefðu oft mátt standa sig betur og vera betur á verðinum þá hefur framkvæmda viljinn í orkugeiranum verið mjög mikill eins og við sjáum í til dæmis stækkun á núverandi virkjunum og ýmsum svona þjóðþrifaverkefnum sem hafa þó gengið vel á síðustu árum. Eins sjáum við þetta orkuskiptunum vinda fram, við sjáum árangur þegar kemur að rafbílavæðingu og við sjáum Landsvirkjun og orkufyrirtækin taka mjög virkan þátt í þessu öllu saman. Ég held líka að viðhorfið í samfélaginu hafi breyst mjög mikið á síðustu árum og kannski meiri og meiri meðvitund það sem þarf að gera til þess að halda hlutunum hjá okkur í lagi. Þannig að ég held að mörgu leyti stöndum við á mjög góðum grunni sem hægt að byggja ofan á núna. Mér langar að nefna raforkuöryggi af því að það er nú eitthvað sem hefur verið svona gegnumgangandi í síðustu árin og alveg frá því að þú tókst við embætti að þá hefur það verið mjög ofarlega á blaði og þú hefur mikið rætt það. En svo gerist það að bæði PCC og Norðurál detta út og það er gott vatnsár og hvað maður að segja, ég veit að þú hefur notað orðið svikalogn, Hörður, stöðuna. Eru þið eitthvað að gleyma ykkur svona þótt þegar afléttir pressunni tímabundið, eru þið nokkuð búin að gleyma ykkur í ráðuneytinu? Nei, sannarlega ekki. Og góðu fréttirnar eru auðvitað þær að pressunni hún gæti lést fyrr en kannski margir óttuðust. Og þessi áföll sem hafa dunið yfir í stóriðjunni og þegar kemur að til dæmis spiluninni hjá Norðuráli, þetta breytir engu þá staðreynd að það eru verulega líkur á því að það komi upp mjög erfið ár. Núna jafnvel á þessum áratug, 29 og 30 eru svona svolítið tvísýn ár þegar kemur að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þess vegna skiptir gríðarlegu máli að við fórum strax í það þegar ný ríkisstjórn tók við að klára lög raforkuöryggi sem snúa að svona aðstæðum þegar það kemur upp raunverulegur raforkuskortur, að það sé þá ákveðin forgangsröðun sem kikkar inn og eins að umhverfis- og orkustofnun hafi mjög skýrar heimildir til þess að taka stöðuna. Við höfum líka verið að fylgjast mjög vel með og gerum það með reglubundnari hætti en áður, borið saman svona samningsbundið magn og raunverulega raforkunotkun stórnotenda.
En já, það hægt að líta á þetta sem ákveðið svikalogn sem gerðist, en það gefur okkur þá líka færi á því að undirbúa ennþá betur þá lagasetningu sem framundan til þess að tryggja enn betur forgang almennra notenda óháð því hvort uppi sé mjög tvísýn staða í raforkukerfinu eða ekki. Hvaða tímalínu séu þarna? Ég að sjá fyrir mér næsta löggjafarþing varðandi þetta. Hörður, þú nú svolítið verið sakaður að hrópa úlfur, úlfur í þessum málaflokki? Já, ég verð bara að taka þann kalleik að en það kannski að því að við á Landsvirkjun höfum kannski mjög góða yfirsýn yfir kerfið og veitum hvað við getum gert, og ég held að bara fagnaði mjög að heyra ráðherrann segir að þetta, þó að sé þetta svikalogn sem ég kalla, þessar aðstæður sem hafa myndast vegna minni eftirspurnar og góðs vatnsárs, að þá vandamálið enn stærra að mínu mati, af því það að aukar stórnotandanotkun í kerfinu á sama tíma og við erum ekki að virkja. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af þessu og ég held að leiður núna Norðurál vonandi að komast í gang bara tiltölulega hratt og það er mjög ánægt að sjá það. En þá þarf bara meðal vatnsár og þá kemur þetta mjög hratt á okkur. En við mögum líka að muna, Norðurálbilinu getur minnað okkur það líka, hlutir geta bilað. Og við skulum muna það að það eru spennar í öllum virkjunum landsins sem geta bilað. Þannig að við getum lent í líka á framboðshliðinni. Þannig að þessar spár sem við erum að horfa á að þetta gæti lafa til 2029 er með allt virki. Þannig að ég held að það er afar mikilvægt að því að það vantar í löggjöfina eins og við höfum bent á ítrekað núna í yfir 10 ár að það sé tryggður forgangur almenna markaðarins, að hann sé með forgang að orku, ekki afgangsstærð eins og hún er raunverulega í kerfinu í dag. Þannig að ég held að bara hvet stjórnvöld til þess að tryggja það að það heimilin og almenn markaðurinn hafi forgang, af því að þessi staða mun koma upp. Hún kemur upp þegar það kemur verst fyrir okkur. Þá verðum við að vera tilbúin. Og ég verð bara að vera úlfur þangað til að eitthvað er búið að gera. Akkurat. Jóhann Páll, ég man eftir að þú komst á fund hjá konum í orkumálum fyrir tæpu á ári og ég held að það hefði nefnt 13 frumvörp í orkugeiranu sem að þú varst með í bígerð og allt það. Og ég held jafnvel þótt við séum með geiran hér og það séu kannski ekki allir alveg með yfirsýn yfir það. Þannig að ég ætla ekki að bjóða þér að halda kortersræðu það sem í pípunum eða það sem komið í gegn, en getur þú aðeins sagt okkur frá forgangsröðinni? Á hvað verið að leggja áherslu, hvað á að komast fyrst í gegn og hverju það að skila fyrir okkur? Nú komið rúmlega 1,5 ár síðan ný ríkisstjórn tók við. Og mér finnst heilmikið hafa áunnist þegar kemur að einföldun regluverks. Við vorum að klára núna einhverjar umfangsmestu breytingar á lagaumgjörð rammaáætlunar frá því að lögin voru sett á sínum tíma. Það sem kannski ber hæst þar að við erum að tengja rammaáætlun mjög kirfilega við orkuöflunar markmið og orkuöflunar stefnu stjórnvalda, orkuöflunar vilja stjórnvalda og gera það að lykilatriði þegar kemur að flokkun virkjunarkosta. Við erum líka að liðka fyrir rannsóknum á kostum sem í biðflokki. Við erum að setja fast ákveðna tímafresti, færri og styttri samráðsferli og líka bara nálgast rammaáætlun með svolítið öðrum hætti heldur en áður hefur tíðkast. Viðurkenna það vafningalaust að það pólitíkin sem ræður. Það ekki hægt að reikna sig niður á rétt eða rangt svar það hvort það eigi að virka einhvers staðar eða vernda. Á endanum það alltaf pólitíkin sem ræður og þá þarf líka að vera óhrætt við að nota biðflokkin. Við höfum auðvitað samþykkt núna loksins nýja rammaáætlun með 2 vatnsaflskostum. Það heilmikil breyting. Áður liðu 10 ár þar sem aðeins 1 vatnsaflsvirkjun lenti í orkunýtingarflokki og sú sem hafði verið samþykkt þar á undan. Við þekkjum auðvitað söguna af því með Hvammsvirkjun, hvernig stjórnvöld hunsuðu viðvörunarraddir og fóru í það að vinna vatnaáætlun í rauninni ofan í opið umsóknarferli sem olli allt saman miklum töfum og við höfðum hraðar hendur og brugðumst við því núna þegar dómur héraðsdóms og svo Hæstaréttar féll með lagasetningu sem eyðir þá óvissunni til lengri tíma bæði þessa framkvæmdir og margar aðrar. Það sem ég kannski spenntastur fyrir núna tvennt. Það annars vegar greining og breytingar á fyrirkomulagi og stjórnsýslu umhverfismats sem í vinnslu í ráðuneytinu. Það svona kannski næsta stóra einföldunin sem við förum í þegar við erum búin að klára almennan einföldunarpakka sem ég veit að umhverfis- og samgöngunefnd bara að leggja lokahönd á þess að við erum að sameina mörg leyfi í eitt og taka stór skref í átt að einum afgreiðslustað.
Hitt sem ég ekki síður spenntur fyrir eru breytingar sem varða í raun réttarstöðu bæði Landsnets og dreifiveitna gagnvart landeigendum þegar kemur að framkvæmdum. Þar erum við í rauninni að fara að afnema úr raforkulögum bann við því að framkvæmdir geti farið af stað meðan ekki liggur fyrir samkomulag landnotkun, eignarnámsbætur og annað. Þannig að þar erum við í rauninni að fara að taka mjög fast á þessu eiginlega neitunarvaldi sem hefur staðið þjóðhagslega mikilvægum framkvæmdum fyrir þrifum. Og þetta rétt eins og til dæmis bara það sem við gerðum á Norðausturlandi, þar sem eru komnar algjörlega nýjar forsendur fyrir frekari orkuöflunarverkefnum á næstu árum með samkomulagi ráðuneytisins Landsnets og Rarik. Þetta auðvitað breytir stöðunni og skapar forsendur fyrir frekari orkuöflunarverkefni allt land. Þannig það heilmikið í gangi. Ég ætla ekki að gera ráð fyrir að þú sést fyllilega sammála öllu sem að ráðherrann segir og á hvaða leið hann er. Þannig ég ætla að gefa þér smá möguleika og bara þeir sem halda að við séum búin að æfa allt við hörðu þá er það þannig að samkomulag hjá okkur var það, ég má spyrja hverjum sem er og hann segi ég svara hverjum sem er. Þannig að ég ætla að gefa þér færi á því aðeins að hafa skoðun á því í hvaða löggjöf er verið að fara, í hvaða röð og hversu miklu máli það skiptir fyrir samfélagið og orkuvinnslufyrirtækin. Ég vil nú segja það samt, bara kannski vonbrigði fyrir þorra mín að ég er nokkuð sammála honum. Mér finnst þetta að vera bara meginatriðin réttu atriðin sem verið að fókusera á. Ég fagna mjög sérstaklega þessum orkuöflunar vilja. Það sé skýrt af hálfu stjórnvalda, þeim skýrt á inni bara samfélagið, inni leyfisveitingaferlið, hvað telur, og ég tek algjörlega undir það að þetta eru pólitískar ákvarðanir, þetta er Alþingi, þetta er lög, og það er Alþingi sem tekur ákvörðun hvaða lög eru sett. Það er ekki einhverja faghópar sem gera það. En ég held að það hafi ekki verið þessi orkuöflunar vilji er með ólíkindum. Það er sem það voru bara skilaboðin í rammaáætlun, það var alveg í lagi, það kæmi ekkert út úr því að það var kannski bara búið að virkja nóg. Þannig ég held að það sé, en ég held að það sem ég kannski meiri áhyggjur af bara hvenær klárast þetta telur ekki fyrir að góður ásetningur telur ekki, það eru þegar þetta klárast og þetta eru mörg frumvörp, þannig að það er bara hvatning að fá þetta samþykkt. Ég held að sé líka alveg gríðarlega breiður stuðningur í Alþingi, eins og við sáum bara síðast er þetta frausalt í þinginu út af einhverju alveg óskyldu máli sem er náttúrulega mjög slæmt. Þannig að ég bara hvet ráðherrann og Alþingi bara að koma þessum málum áfram og koma þeim í virkni síðan inn í stjórnkerfinu. En tölum þá aðeins það sem að ráðherra kom aðeins inn á áðan, þar að segja hvers vegna okkur gengur svona illa að koma verkefnum áfram, jafnvel þótt fyrir þeim sé þótt þeir séu skýrar ákvarðanir stjórnvalda á bæði sveitarstjórnarstigi og hjá framkvæmdarvaldinu, jafnvel stuðningur almennings en okkur gengur samt svolítið illa og það gildir ekkert bara eitthvað virkjanir en svona uppbyggingu grunninnviða. Ég meina Landsnet rekur sig á þetta líka, Vegagerðin og fleiri þar sem er verið að fara í stórar framkvæmdir og það getur verið óbáslega erfitt að koma verkefnum á stað, jafnvel þótt að sé meiri hluti fyrir þeim. Já, ég held að þau getur sagt að þetta er ekki bara á Íslandi, þegar við sjáum þetta líka í Evrópu. Evrópa er kannski búin að koma sér alltaf miklar ógöngur mjög flóknu regluverki. En ef við horfum bara á þessar aðstæður hérna, það er mikilvægt að þessar tafir til þess að Hvammsvirkjun, þær snúa nánast ekkert að virkjuninni sjálfri. Það snúast ekkert að efnislegum ágöllum virkjunarinnar eða áhrifum virkjunarinnar á náttúru eða samfélagi eða eitthvað leiðis. Vissulega eru þau mikil, en það er búið að fara mikil samráðsferli, umhverfismat og annað komið bara niðurstaða sem ég held að sé bara nokkuð góð. En það snýst alltaf málsmeðferð. Þetta snýst bara fólkið sem er að vinna málsmeðferðina. Það eiginlega skilur ekki málsmeðferð, það eru að vinna stofnanirnar, það skilja ekki lögin. Og stundum eru bara ákattar á lögunum eins og ráðherra virka innleiðingu vatnatilskipunarinnar sem bara enginn skildi hvað var verið að gera. Hvaða afleiðingar voru af þessu flóknu lögum. Og svo eru náttúrulega rammaáætlun sér íslenskt fyrirbyrði. Norska rammaáætlun sem er búin fyrir löngu síðan, hún var allt öðruvísi. Hún var allt öðruvísi unnin og allt öðruvísi miklu meiri, já skiptir ekki máli. En þannig að við erum líka að flækja sér íslenskri löggjöf með innleiðum kannski á löggjöf eins og vatnatilskipunin. Ég held að flestir sem að kynna sér vatnatilskipunin spyrja var þetta mikilvægt fyrir Ísland? Er þetta eitthvað sem er vatnið vandamál á Íslandi? Erum við að skapa svona óbóðslegt flækjustig? Hefðum við einhvern tíma gert þetta svo ótilneytt? Og ég held að svarið sé nei. Þetta hefði aldrei verið að framála í rauninni hjá okkur. Hvað segir þú, Jón Páll? Af hverju gengur okkur svona illa að koma verkefnunum áfram? Er þetta ekki alltaf að koma? Við erum að fara núna inn í eitthvað stærsta framkvæmda árið ykkar frá upphafi. Þeir eru að fara að stækka
Þeistareykji, Sigölduvirkjun, Hvammsvirkjun, stór útboð framundan. HS Orka líka í stórum verkefnum, voru að stækka í Svartsengi og fara núna í eldvörpin. Og við erum smá saman að skapa líka meiri fyrirsjáanleika framtíðina, til dæmis með því að samþykkja núna í orkunýtingarflokk næstu virkjun í Þjórsárholtavirkjun og svo Skrokkölduvirkjun og svo í öðrum rammaáætlunarpakka núna í vor þar sem koma inn vatnsaflskostir á Vestfjörðum og einn stærri jarðvarmakostur hérna á suðvesturhorninu. En við þurfum auðvitað að halda áfram þessari vegferð að einfalda regluverk, klára þessi mál sem ég er með nú þegar inn í þingi en stíga líka enn stærri skref. Ég held að samt reynir mikið það sem kom fram hjá stjórnarformanni, þú reynir nú bara þegar við förum áfram með Holtavirkjun og Skrokköldu sem var mikið fagnaðarefni að fór í nýtingarflokk, hvernig gengur að koma þeim í gegnum leyfisveitingar? Verður það einfaldara, það sem við verðum að vona? Þess vegna er eiginlega hitt frumvarpið sem við erum að klára núna, eða sem umhverfis- og samgöngunefnd er að leggja lokahönd á, og svo framhaldið að því frumvarpið sem ég tæpti nú aðeins á áðan, eiginlega ennþá mikilvægara heldur en rammaáætlunarbreytingarnar. En það segir sig auðvitað sjálft að þegar við erum með kerfi rammaáætlun þar sem orkuframboðið er að einhverju leyti bara miðstýrt af ríkisvaldinu, þá er auðvitað ekki hægt að benda á neitt annan heldur en pólitíkina þegar mjög miklar tafir verða. Ég held að sé líka ágefni, ef við horfum á þetta varandi bara því við viljum, held ég mjög margir vilja aukna samkeppni í raforku á Íslandi, bara með þetta fyrirkomulag sem hefur verið, ég bara fullyrði það að það getur þetta enginn nema Landsvirkjun. Það getur ekkert einkafyrirtæki tekið þátt í svona málsmeðferð. Kostnaðurinn og óvissan sem er í boði er algjörlega ósætt. Það er bara djúpir vasar Landsvirkjunar og þolinmóður eigandi sem gera þetta mögulegt, annars myndum við bara bakka út. En eitt er það sem við getum gert hér heima. Á meðan, þegar við erum að tala um orkueyjuna í Ísland og alþjóðlega samkeppni, þá er alltaf fleygiferð í kringum okkur. Og mér langar í því sambandi að nefna, ég veit að þú ert til dæmis nýkomin heim frá Noregi, Hörður, þar sem er bara víðtæk samstaða mjög miklar niðurgreiðslur. Við erum að tala 100 milljarða króna niðurgreiðslur, bæði til heimila og til stórnotenda, sem augljóslega skekkir samkeppnisstöðuna. Hvernig getum við brugðist við þessu? Það er ekki sérstaklega á dagskrá að fara að innleiða CO2 endurgreiðslur fyrir stóriðjuna hér eins og hefur tíðkast annars staðar. Það er bara kostnaður sem ríkissjóður núna ríða ekkert við. Við getum þó gert mjög margt til þess að auka samkeppnishæfnina, meðal annars tekið á sérleyfis hlutanum og reynda að halda í skefjum þessum miklu hækkunum sem hafa orðið þar og verða áfram nema tekið sé í taumana. Og við erum að styrkja raforkueftirlitið, við erum með frumvarp núna inn í samráðsgátt sem lítur að því að styrkja sjálfstæði þess og heimildir. Við erum líka að vinna greiningu á aðferðafræði tekjumarka og leiðrar arðsemi og raforkueftirlitið búið að vera á kafi í svona skilvirkni greiningu sem geti þá orðið undanfari hagræðingarkröfu á sérleyfisfyrirtækin. Þannig að það er mjög margt þarna megin sem við getum gert til þess að reyna að auka samkeppnishæfni. En hitt skiptir ekki síður máli að halda fjármagnskostnaði í skefjum með því að koma í veg fyrir þessar miklu og óþörfu tafir að landeigendur, jafnvel dánarbú eða fólk sem á heima í Reykjavík en á sumarbústað einhvers staðar farið með hálfgert neitunarvald jafnvel þegar kemur að þjóðhagslega mikilvægum framkvæmdum í orkukerfinu. Þannig að það er mjög margt svona sem við getum gert til þess að halda aftur af kostnaði, koma í veg fyrir að hann verði okkur algjörlega ofviða og eyðileggi samkeppnishæfnina á Íslandi. Ég meina, þetta er eitt af það sem að Tinna var að tala um. Þetta eru svæðin sem við erum að keppa við, hluti af Noregi, Kanada og svo framvegis. Við erum ekki með ódýrustu raforkuna, við getum ekki keppt á þeim grunni, en samkeppnishæfnin gengur náttúrulega út á fleira. En þetta gerir okkur erfiðara fyrir, ekki satt? Jú, þetta allan tímabundið, en við okkur borum gæfa líka til að byggja sjávarútveginn án styrkja og við erum með öflugasta sjávarútveginn. Ég held að svona ríkisstyrkja leiðir endi alltaf með að hafa neikvæðar áhrif. En ég held samt að þetta sem við drifið þetta áfram með þetta miklu styrki í Noregi er náttúrulega þegar menn hafa misst stjórn á raforkumarkaðnum. Eitt eru
ETS-niðurgreiðslurnar til stóriðjunnar sem ég held að sé meira svona viðskiptalega ákvörðun. Við erum að horfa til langs tíma hvert raforku verður að fara í Noregi. En við erum að horfa á hvað var gert núna í síðastliðnu hausti sem var innleitt svokallað Norgesprís til almennings. Því almenningur bara var orðinn brjálaður á þessu sveiflukenndu og háa raforkuverði sem höfðu orðið á mörkuðunum, að það er sett inn hámark upp á 40 evrur. Þú getur bara fest verðið á 40 evrum. Og norska ríkisstjórnin setti í budget fyrir þetta ár sem 12 milljarða norska fyrir þessa, það eru svona 150 milljarðar íslenskar sem settir í það að niðurgreiða til heimilanna á þessu ári. Og það er líklega núna í febrúar, líklega kláruðust þessir 150 milljarðar. Ég var þarna í byrjun mánaðarins og þá voru þeir búin með einhverjar 9 af þessu 12. Það var svo hátt verðið núna. Þannig að sko, þarna er það bara, menn missa stjórn á verðmynduninni sko, í svona skortástandi og þá fara menn líka niðurgreiða til heimila, menn fara niðurgreiða til stóriðjunarnota, fara niðurgreiða til heimila, þá erum við komin í ógöngur. Við þurfum líka að passa okkur á því. En við höfum enga burði til að niðurgreiða, við höfum bara engan olíuiðnað eða annað og leiðum fyrir að niðurgreiða eina atvinnugreina þá lendum við í ógöngum. Þegar þú segir þeir mistu stjórn á raforkumarkaðnum, getur útskýrt aðeins betur? Þá bara í samanburði við það sem við erum að tala raforkumarkaðinn hér. Já, þetta fyrirkomulag raforkumarkaða í Evrópu, svona Nord Pool fyrirkomulag, það virkar vel þegar það er nægt framboð. Þá virkar það vel. Þá forgangsraðar orkun inn og það er bara dregið úr jarðefnaeldsneyti eftir því sem verðið breytist. En ef það myndar skortur á markaðnum, sko, því þetta er vara sem að fólk getur ekki verið á, sko, eftirspurn eftir raforku minnkar nánast ekkert og hækkar verðið, nánast ekki neitt. Þannig að þá fer bara verðið upp úr öllu valdi og það gerðist, það bara verðið hækkað og hækkaði og þetta var bara endanum bara í kosningunum á síðasta ári, þá verða allir stjórnmálaflokkar í Noregi sammála því að kippa markaðnum á sambandi, gagnvart almenningi. Ég hef aldrei trúið að þetta myndi gerast, þetta er þverpólitísk samstaða og þeir tóku sér 150 milljarða og þeir eru búnir í febrúar. En þetta er svona raun og veru markaðsbrestur sem er orðið þarna sem er að valda bara mjög miklu skaða í samfélaginu. Já, ég sé að fjármálaráðherra fór svona hann bara, þú veist að nefna þessar tölur. Þetta er ekki heillandi framtíðarsýn fyrir það sem situr í ríkisstjórn núna og kannski bara ekki fyrir nokkurn mann. En mér langar að nefna á því að þú ert umhverfis, orku og þú ert loftslagsráðherra og ég held ég sé ekki einum það og ég held ég sé ekki segni tíðindi að sko, ég upplifi dálítið þetta að loftslagsmálin að þeim hafi verið að einhver heldur bara verið ýtt til hliðar fyrir öryggismálin. Það sé bara það sem við þurfum að gera, það sé óhjákvæmilegt. En mér langar að spyrja ykkur, sko, hvaða leið eigum við að fara í þessu? Þetta er málaflokkur sem við eigum ekki að ýta til hliðar, hann er okkur gríðarlega mikilvægur. Hvernig eigum við að nálgast loftslagsmálin á þessum tímum? Ég held að sé mikilvægt að nálgast þau í rauninni með því að forgangsraða þeim loftslagsaðgerðum sem hafa margþættan ávinning. Við töluðum aðeins orkuskipti áðan sem felur í sér gjaldeyrisparnað og gerir okkur óháðari duttlungum olíubaróna og harðstjóra út í heimi eða stríðsátökum. Þetta skiptir gríðarlegu máli. Endurheimt votlendis, það er aðgerð sem felur í sér gríðarlegan ávinning, er þjóðhagslega hagkvæm aðgerð og ver okkur líka gegn áhrifum loftslagsbreytinga, er aðlögunar aðgerðum leið. Svo er það auðvitað eitt sem við höfum lagt áherslu á er að því vorum að tala samkeppnishæfni stóriðju og svoleiðis áðan. Við fórum í sérstakt átak og erum að horfa í rauninni til ETS hlutans með miklu markvissari hætti heldur en áður hefur verið gert og erum að veita þar styrki úr loftslags- og orkusjóði til þess einmitt að stórnotendur geti reynt að fara í að hanna og þróa og innleiða tæknilausnir til að draga úr notkun, til að draga úr losun sín megin. Þannig að það er svo margt svona sem sko hefur þjóðhagslega jákvæð áhrif sem er hægt að afla pólitísks stuðnings við og almanna stuðnings við sem er til þess fallið að draga úr losun og hjálpa okkur að ná metnaðarfullum markmiðum. Þetta þarf ekki að vera einhver kvöð og eitthvað ægilega erfitt og ömurlegt. Þetta er fyrst og fremst mjög spennandi tækifæri. Einmitt, þetta snýst ekki bara kostnað. Já, ég held þannig að takið aldrei undir sem að ráðherra sagði. Ég held að sko, eins og ég hef áður bent á varðandi loftslagsmálin, ég held að það sé afskaplega mikilvægt í þeim verkefnum sem eru valin að þau séu fjárhagslega arðbær.
Ég veit að þetta fer í taugarnar á sömu náttúruverndarsinnar þegar ég segi þetta, af því að hérna er einhvern veginn að segja að náttúran sé ekki í forgangi. Það er alls ekki það. Það er bara ef það er ekki fjárhagslega arðbært og ef við ætlum að fara að stilla þessu upp í peningum sem við erum að taka úr ríkissjóði við hliðina á heilbrigðiskerfinu, við hliðina á menntakerfinu, við hliðina á félagslega kerfinu og hliðina á innviðum og segja svo loftslagsmál. Það verður aldrei hægt að fá aðila kjörn á þing sem að setja þetta 5. atriði loftslagsmálin inn. Það er bláköld staðreynd. Sem útgjaldaflokk í Það rauninni. er bara einfaldlega, þá koma bara raddir sem segja bara loftslagsmálin sé bara ekki, við heyrum þetta bara í dag, þetta er bara della, það er ekki vandamál. Þannig að við verðum að fá þetta sem efnaðslega til lengri tíma, það getur verið að það þurfa að vera til lengri tíma, en að fólk trúa því að þetta sé góð fjárfesting efnaðslega og þessum minna bara á það að fyrir tvö orkuskiptareikningar þau voru ekki drifin áfram á loftslagsmálum. Við rafvætum og þegar við tókum inn hitaveitunar þá var það gert bara með langtíma hagsmuni sem var síðan mjög góð. Við olíukreppu og svoleiðis. En það eru og það er náttúrulega það langmesta framlagið til loftslagsmála er að búa til endurnýjanlega orku. Og við getum líka farið hina leiðina, svo horfum tilbaka á þessu 10 árum þegar við vorum ekki með orku, sem við gátum ekki tekið tækifæri sem Tinna var að tala um. Hvað gerðum við þá? Þá byggðum við upp atvinnugrein sem notar olíu. Ekkert vandamál. Það er ekkert vandamál að fá að flytja aukna olíu. Þannig að það er besta og arðbærasta leiðin til þess að berja og þetta segja aðreitar Sameinuðu þjóðanna og fleiri er að auka endurnýjanlega orkuvinnslu. Það er mjög hagkvæmt og hefur mjög jákvæð áhrif á hagkvæmni og okkar stærsta framlagið. Já, ég tek undir þetta og mörgum hefur þótt að furðulegt en ég sem umhverfis orku- og loftslagsráðherra, ég lít líka á það sem mitt hlutverk að hampa stóriðju að einhverju leyti vegna þess að það er hagkvæmt út frá loftslagssjónarmiðum að þessi starfsemi fari fram hér á landi og sé knúin endurnýjanlegri orku. Það er eitt af okkar stóru framlögum til baráttunnar gegn hlýnun jarðar. Og byggja upp nýjar atvinnugreinar sem byggja á endurnýjanlegri orku, þá þurfum við ekki að fara í orkuskipti. Akkurat. Ferðaþjónustan er knúin jarðefnaeldsneyti, því miður, vonandi breytist það smám saman, en orkukræfur iðnaður, orkusækin iðnaður, þetta fellur að markmiðum okkar bæði aukna framleiðni, spennandi byggðaþróun og atvinnutækifæri allt land, en líka að markmiðum okkar að draga úr svona kolefniskrafni útflutnings á Íslandi. En af því að þú myndist nú á olíukreppuna og ég held að bara svona tíðindi helgarinnar, þú myndist á stríðsátök olíubaróna og einræðisherra. Það er ennþá þannig að 40% af orkunotkunin á Íslandi er jarðefnaeldsneyti. Ef við tökum húshitun frá, þá er þetta 40-60 og við borgum 100-150 milljarða ári fyrir þessa olíu og þrátt fyrir tryggingar og svo framvegis að þá er engin leið að vita einhvern veginn núna hvert eru að sigla með stríði í Miðausturlöndum. Hvaða áhrif, það lítur að vera að menn í ykkar stöðu á mánudagsmorgni eftir svona fréttir hugsið hvaða áhrif þetta að fara að hafa? Ja, þetta er auðvitað áhyggjuefni og sérstaklega eftir því sem átökin breiðast út. Ég held að þetta ætti að vera okkur brýning annars vegar til svona skemmri tíma, þá þurfum við að klára það að koma okkur upp neyðarbirgðum af eldsneyti, af olíu, 90 daga neyðarbirgðum eins og löndin í kringum okkur hafa gert. Það er bara mjög mikilvægt þjóðaröryggismál og þetta er eitthvað sem við erum í mjög markvissri vinnu við núna og erum að fara að halda samráðsfund núna í næstu viku með olíuinnflytjendum. En til lengri tíma þá er þetta áminningu mikilvæg þess að halda áfram orkuskiptunum og að tryggja orku fullveldi og orku sjálfstæði hérna á Íslandi. Já, ég held að bæði þetta og náttúrulega líka innanlands í Úkraínu og afleiðingar á viðskipti Rússland við Evrópu og það var náttúrulega, við sáum það náttúrulega sem við erum búin að sjá ef við séð meira hvað gerðist og núna er þetta meira hvað mun gerast en áhrifin á þetta innanlands í Úkraínu og hvernig áhrif það hafði á orkumarkaði sem Evrópa var ekki sjálfur sér nægt orku, treyst á gasið og hægt að taka gasið, þá fór Evrópa verðið alveg upp úr öllu valdi. Þannig ég held að þetta segir bara að
orkulega séð að þá þurfa þjóðir að vera, segjum ekki alveg sjálfur sér nægar, en það þurfa að vera geta séð sig frá vinveittu þjóðum og svo getur spurt hvað vinveitt þjóð í dag. En þetta segir bara að við þurfum að, við líka spurt okkur hvar hefðu við verið gegnum krísurnar ef við hefðum ekki verið með húshitunina, ef við varum með þá að nota jarðefnaeldsneyti í þessum mæli. Ísland slapp rosalega vel. En þetta mikið ágefni og segir bara við þurfum að vera miklu, ég tek út öryggisbyrðirnar sem eru náttúrulega alveg ótrúlega litlar og bara ábyrgðarleysi, en ég held að við þurfum að vera mun sjálfstæðari heldur en við höfum verið. Þetta ágætis brýning. Klukkan gengur ekki, þannig að ég hef enga hugmynd hvort ég komin yfir tímann. Kærar þakkir fyrir spjallið, Jóhann Páll og Hörður, og það tímabært að huga næsta dagskrárlið. En áður en Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, ávarpar fundinn fyrir hönd eigendana okkar allra, þá langar okkur að sýna ykkur stuttmyndband flutningana sem búið að nefna hér ítrekað framundan, þessar 14 vindmyllur sem koma til Þorlákshafnar í vor og verða svo fluttar upp í Vaðöldver þar sem þær rísa í sumar.